Góðan daginn og velkomin á þetta webinar hjá okkur í Appþróun Advania. Hákon heiti ég og vöru- og verkefnastjóri hjá Advania og hefur verið það síðan 2012. Og ég heiti Gunnar Þórisson og ég er deildarstjóri Appþróun hjá Advania og ég hef starfað hjá Advania síðan 2006 en við efni tengt Appþróun síðan 2012. Næsta hálftímanum þá ætlum við að fara yfir okkar lausnir, hvað þarf að hafa í huga áður en að fara út í smíði á appi og þá tækni sem við höfum verið að nýtast við. Og okkur þetta nú gaman ef að þeir sem eru að horfa getur sendt okkur spurningar í gegnum Slido sem við ættum að sjá hérna til liðar. Já, við erum að vinna með bæði server og tilbúna lausnir og til dæmis serverna sem við höfum búið til heita Kata og undirskriftaraf sem við ætlum aðeins að segja okkur frá eftir. Og svo höfum við búið til sérlausnir fyrir nokkuð fyrirtæki, meðal annars Rarik, mjólkursamsölu, olíudreifingu, TVG, Nóa, Landspítala og nú síðast Lífslaupið. En byrjum á Kötu. Já. Kata er ein af svona vörunum sem er tilbúin hjá okkur. Já. Og getur flokkað sem hilluvara. En hvað er Kata og fyrir hvernig er Kata? Kata er svona app fyrir sölumann. Þetta er svona sölumann sem þarf að sína vörur sem hann vil selja og taka niður pantanir til að koma þeim í afgreiðslu. Þetta er svona einföld lausn fyrir sölumann. Þróunlausnarinnar, hvað var þeir inni til þess að þessi lausn var sett á laggirnar? Hver er grunnur þessar lausnar? Já, það var árið 2012, þá hafði einn heildsali samband við okkur og var að kljást við það að hann var með svo mikið af möppum og sölumenni voru með svo mikið af möppum og þeir voru að taka niður pantanir og blað og þetta var svolítið mikið umstangi í kringum þetta og vantaði lausn til að koma þessum pöntunum frá sölumannunum og einfalda aðeins lífið. Og þá var eiginlega lausnin sem við komum með að búa til app sem var svona myndræn birting á vörunum og hægt að senda pantanir. Og það var náttúrulega, þurfti líka að passa það upp á nettengingin, að þetta væri svona lausn sem væri hægt að nota á nettengingar. Já, ok. Eitthvað sérstök ástæði fyrir þú vildi geta notað á nettengingar eða? Það var, á þeim tíma var neti hægara. En svo er náttúrulega komið svolítið ljós núna på síðkasti að stálgrindahúsin og það er unni mikið orðin í kötturinn líka verið að selja kannski í einhverjum veitingastöðum. Já. Að þá er lítið net þar. Svo talar bæta ferla. Hvað er rauninni í hverju felst að bæta ferla með appi? Hvað er það sem gerist? Hvernig gerum við það? Fyrir að fyrsta þá var það þessi pappís misnotkun sem getur maður sagt. Það var mikið pappír og þannig að pappirinn er alveg burt fyrir þá sem nota þessa lausn. Einhverjum stöðum voru sölumenn að hringja inn, þannig að tóku niður pantanir og blað og svo hringdu þeir í sölumann sem var þá hinum megin á skrifstofunni. Tveir að vinna á sama tíma þá? Akkurat. Þetta var þarna tölum ferla sem hafa sparað hansi mikið. Pöntunin fer strax í tiltekt. Þannig að það rúast ekki upp í lókdags fyrir daginn og morgun. Þannig að jafnar álag og lager og tiltektir rauninni eiga svona að vera jafnari við daginn. Já, akkurat. Og allir svona mistök við innslátt, það er eiginlega sögunni. Sala, hvernig fer salan fram með þessu appi? Hvernig nota sölumenn þetta app? Það ef við sjáum hérna á myndinni við hliðina, þá er rúllandi svona smá spjaldtölva. Ef við býðum aðeins, þá sjáum við í upphafi, þetta er svona myndræn framsetning á vörunum og þarna getur maður valið vörulisti, farið inn í einhvern flokk, valið vöru og þarna sér maður þá upplýsingar lager, stöðu, verð, lýsing á vörunni, eins er hægt að skoða sölusögu og svo er einstaka fyrirtæki líka búin að taka inn Google-kort þannig að þið geta séð hvar fyrirtækin eru sem eru að fara til. Ok. Gögnir þurfa að komast það frá. Já. Og hvernig getið tengst öllum viðskiptakerfum eða er eitthvað takmark á því? Fræðilega sé getum við tengst í rauninu hvaða kerfi sem er En við erum búin að tengja okkur við Navision og Axapta, Concord, Business Central. Þetta er meðal annars þessi viðskiptakerfi sem við höfum tengst við Og þarna eru gögnunum stjórnað. Þannig appið er ekkert annað bara andlit ofan þessi kerfi. En var þetta tæki? Er lausnin bundin við eitthvað ákveðið tæki? Upphaflega þegar við byggum til lausnina, þá byggum við þetta bara til fyrir iPad spjaldtölvu. En núna erum við búin að endurskrifa lausnina fyrir 2 árum. Og núna keyrir þetta bæði á iOS, Android, spjaldi og síma, þannig
þannig að sölumaður Allt í boði. Allt í boði. Þegar þá hin lausnin sem að rauninni er flokkuð sem heillarlausn hjá okkur. Undirskriftir eða kvittanir, þetta þurfum við öll að gera. Já. Og hérna erum við lausn sem að heitir undirskrifta app. Já. Í hverju felst þessi? Svolítið skemmtilegt nafn. Já, í hverju felst þessi lausn? En þetta Máttu kannski óska bara eftir nafni á þessa lausn. Já, það er alveg ágætt. En þetta lausn sem gengur út það, þetta svona fyrir sá sem að vinna á lager. Já. Hann afhenda vörur. Viðskiptavinur kemur á lagerin til að sækja vörur og hann þarf að kvitta þá fyrir staðfestingu á þeim. Og þetta þá þessi staðfesting sem við vistum þá hjá okkur. Og áður fyrst var notast við pappírinn og ofta tíðum þá var þetta tínast að 30 stundu, sumi voru með þá ferla að þurfa að skanna það inn. Þetta náttúrulega gífurlegur tími sem fyrir þetta. Þannig að helstu kostirnir við svona app þá? Þetta bara aðalega þægilegt viðmót og losna við pappírinn, geta skrifað þarna á skjáinn, kvittað. En svo þetta eins laust fyrir starfsmenn sem útkeyrslu. Það alveg hægt að nota hann og lagerinn okkar að nota til dæmis í það að bílstjórinn að nota þetta til að fá staðfestingu á hann hafa afhent vörur. Já, aftur komið að þessu, hvaðan komum gögnin inn í þessa lausn? Það einhverstað þurfið það að koma frá. Já, við erum allan búin að tala við Navision með svona vefþjónustum. Þannig að þar í rauninni hjartað, þegar í rauninni gerist sala einhvers staðar, að þá verður til tiltekt í Navision og þegar tiltekt lokið, þá birtist hún á þessari spjaldtölu. Þetta allt bara að lesa úr Navision í rauntíma. Ok, glæsilegt. Herðu, það líka svo sérsmiðurlausninnar sem eru töluvert margar. Það hvort að við hendum okkur bara yfir í mjólkursamsölu appið. Já. Sjáum hvaða lausn þeir eru að nýta og létu smíða fyrir sig. Kannski segja okkur aðeins frá þeim. Já, þetta mjólkursamsölan hafði samband við okkur og þeir eru með Navision og er að halda utan öll gögn sín þar og búa til svona leiðaplön fyrir bílstjóra og þeir að búið til leiðaplönu þá í bakendakjærunum sínum, já. En vantaði lausn fyrir bílstjórana sem að afhenda vörurnar. Þannig að það einhver svona AI sem stýrið í hvað besta leið. Já, það þeir búinir að sjá fyrir að sé rétt, sko. Og við erum aftur bara andlit ofan þetta. Og þarna er bílstjórinn, hann veit hvert hann á að fara og hann veit hvað vörurna á að afhenda og svo fann kvittun fyrir móttöku. Og líka með þetta leiðaplan eins og í öðrum lausnum, sko. Þannig að þetta og svo annar partur af þessari lausn að vöruhúsi getur líka notað hana, að þegar þeir eru búin að gera pantanirna tilbúnar og gera tilbúnar fyrir útkeyrslu, þá hægt að taka myndir af vörunum. Til þess að sanna þá hvað fer út úr húsi og hvað afhent. Já, akkurat. Og þetta hefur náttúrulega dregið ansi mikið úr afföllum hjá mjólkursamsölum. Var það vandamál hjá þeim á sín tíma? Það var eins og það hefði verið. Já. Þannig að það hefur einhvers verið mistök við annarkvort afhendingu eða bara starfsmaður á gólfinu í verslun sem við tekið henni hefur óvart verið búin að setja þetta í kælinn. Okay. Þannig að þetta dregur úr og kemur í veg fyrir misskilning. Misskilning, akkurat, já. Varandi tæknina í þessu appi, eitthvað sérstæð sem við getum farið yfir hérna? Já, við höfum aðlega verið að notast við React Native í appforrituninni og eins og ég sagði áður, þá var þetta samskipti við Navision og þar voru búin til sérstaka vefþjónustur. En svo þegar pöntun frá gengi þá vistu við bara þessi gögn aftur yfir í þeirra kerfum, sko. Og þessi lausn eins og svo margar aðrar offline, þannig að bílstjórnir geta verið að keyra hvar sem eða mist netsamband og gengi frá klára sína vinnu, þá þrátt fyrir ekkert net. Já, einmitt. Sko, það ávinningur, ég heyri strax að það hefur verið mikill ávinningur fyrir MS í notkun á þessari lausn. Getur kannski aðeins farið yfir hann hvort að það sé eitthvað fleira sem hefur nýst þeim annað heldur en þetta var þetta myndatökuna? Já, það var til dæmis voru þeir að prenta út. Það var prentað út ákveð margar blaðsíður fyrir hverja útkeyrslu, sko. Og hún, mikið af henni er hætt núna, sko. Okay. Miklu minni prentun á pappír. Þannig að þetta umhverfisvænna? Mjög umhverfisvænt. Okay. Og við fengum dæmi frá þeim og það hafa sparast 18.000 blaðsíður á árið 2019. Í prentun og öðru slíku. En svo náttúrulega líka vinnan í kringum það að vista þessar pappír, sko, og skanna ef þess þarf, sko. Okay. Og fórum meðal annars 137.000 undirskriftir gegnum appi árið 2019. Þannig að þetta held ég búið að hjálpaði mikið.
Spurning hvort við erum að sýna vídeo frá þessu. Við sáum að dreifa fullunni mjólkuvöru til viðskiptavina okkar og þeir eru ansi margir. Þannig að þetta eru það bil 200 tonn á dag sem við erum að dreifa svona landsvísu. Við erum að dreifa alveg frá Ísafirði og norður í Skagafjörð og austur á Höfn. MS hefur náttúrulega verið viðskiptavinur Aflvana í þó nokkur tíma. Þeir eru hérna með viðskiptakerfið sitt, Navision, og þeir voru náttúrulega þá leiður voru innlega það að fara í gegnum alla sína ferla. Þá uppgötuðu þeir að afhendingaferlið var eitt af þeim ferlum sem bæta mátti til muna. Við byrjum á pappísinu, mikið til pappísinu og vorum aðhenda vöru til viðskiptavina. Pappísflóði fylgir mikið kvöð að týna hlutum og gleyma hlutum. Þannig við fórum að hugsa svona hvernig við getum farið í að hanna þetta áfram, þetta gera bara vinnun okkar auðveldari. Við fórum þá í samvinnu við þá og greindum ferilinn og greindum þá snertipunta sem átti sér stað bæði við viðskiptavinin og líka í bakvörslunni hjá þeim. Og út frá þeirri vinnu teiknuðum við upp í raun og veru hugmynd að lausn fyrir þá sem var hægt að nota annaðhvort á spjaldtölvu eða síma. Því það hentar náttúrulega mjög vel fyrir þá sem eru svona á vettvangi. Lausnin sem við enduðum svo með að smíða fyrir þau er smíðið í React Native og er app sem gerir þá þeim sem keyra kleift að þeir fá til sín sent öll gögn úr viðskiptakerfinu í Navision. Það er leiðablöðin sem þeir að fara og upplýsingarnar hvað þeir eiga að afhenda á hverju stað. Og þegar þeir fara til viðskiptavina, þá fær viðskiptavinurinn að sjá upplýsingarnar í pöntuninni og leið og hann er búinn að samþykkja að það sem hann pantaði sé komið til hans, þá skrifar hann undir. En líka til þess að tryggja hvað var afhent og hvað var ekki afhent. Þeir lentu stundum í því að þá getur viðkomandi bílstjóri tekið mynd af afhendingunni. Þannig að þá er búið að skjalfesta það sem var pantað og það sem var afhent og hvort það passi ekki vel saman. Og við leysum það úr hlutunum mjög fljótt ef eitthvað kemur upp. Áður fyrir gat að tekið kannski klukkutíma og hálfan að leysa út smá vandamál, en tekur kannski 5 mínútur í dag. Og það sem þetta hefur skilað MS er náttúrulega ótrúlega mikið sparnaður, bæði í bakvinnslunni, líka náttúrulega prentun og þar með hafa þeir dregið úr kolefnissporinu og síðan er náttúrulega miklu minna villur varðandi afhendinguna því við erum þá með mynd af afhendingarseðlunum og vörunni þegar hún komin á stað. Þannig að þetta hefur skilað MS ótrúlega miklu hagræði. Application is brilliant because we've got all the approve it, where we deliver it, what we deliver it, who sign it, deadly easy. Þetta var dæmi lausnin hjá Mjólkursamsölunni og þess ber nú að geta þeir sem voru glöggir að sjá að þetta vídeo og þessi vídeo voru tekin fyrir COVID og tekin fyrra vetur. Það kom hérna ein spurning tengt þessu appi og hún snýst hvert fara myndirnar sem eru teknar? Það er rauninni vistast þar á nótuna, á stunduskiptinni eða hvað gerist? Hvert fara myndirnar? Við höfum verið að gera bæði, að vista þetta í á skráardrifi og inn í Navision sjálfu. Þannig að það er eiginlega bara allt í boði. Herðu, næsta mál hjá Rarik, þú fórst aðeins svo langt fyrir tilbaka. Rarik er með tvær lausnir frá okkur. Annað er mælalestur og hitt er mælaskipti sem er í þróun. Segðu okkur aðeins frá þessum lausnum annars vegar. Já, fyrir svolítið löngu síðan þá hafði Rarik samband við okkur og bað okkur að hjálpa sér með lausn fyrir starfsmenn sem voru að labba á milli húsa og lesa á mælana. Og þetta var gert á pappír áður, en við hjálpum að búa til lausn sem að gengur út á það að starfsmenn er bara með spjaldtölvu, með lista, þetta eru svo langir listar, þetta er að fara á milli margra staða og þá vita hvert er að fara, þá yfir daginn eða yfir það tímabil sem þeir eru að vinna. Og ég er einnig með kort og erum með kort sem við erum búin að nota kort frá loftmyndum, þar sem að þú þarft eiginlega ekki að vera í netsambandi. Ok, en hversu nákvæm er þessu korturinn? Þú ert með kort sem sýnir staðsetningu hússins, en mælirinn þarf ekki endilega að vera við innganginn húsinu. Hvernig get ég? Upphaflega eru þeir með staðsetningun á húsinu frá fasteignamatinu, en svo byggum við til virkni fyrir það sem þeir gátu tekið hnitið þegar voru hjá mælinum
og skráð það í sín kerfi líka. Þannig að það voru svona skrifuð, yfirskrifuð eða sett við hliðina. Okay. Þannig að það voru með 2 hnipt. Okay. Já, sko, en hinlausnin, mælaskiptin, það er lausnin við þróun. Já. Hvað snýst þessi lausn? Það gengur líka, þetta allt svolítið út á pappír sko, og hjálpa þeim að smyrja ferla hjá sér. Og þarna eru starfsmenn sem að skipta út mælum. Okay. Mæla sem hafa brunnið eða orðið gamlir og svoleiðis. Og það er bara haugur af gögnum sem þarf að passa upp á sig rétt við þessa skráningu og þarna verður að koma svolítið veg fyrir mistök við að skrá eitthvað niður eða að passa að númeris á mælinu sem settur upp að það sé rétt og svo framvegis. Okay. Og þetta eru bæði lausnir sem að hægt er að nota á net, þannig að það er búið að vera að sjúga alveg fullt af gögnum úr kerfunum hjá þeim. Við erum mörg kerfi, við erum að sækja 3-4 kerfum og vistum þetta á spjaldtölvunum. Er eitthvað sérstök tæki sem er notkuð í þetta eða bara venjulega spjaldtölvunum? Þeir eru að nota ákveðin röggetæki sem að þola eins meira rík og raka og högg. Þannig að þetta er svona svolítið einamannalausn. Okay. Mjög flott hjá þeim. Þá er komið að appinu fyrir olíudreifingu. Já. Þeir eru með lausn þarna fyrir tankbílstjórana. Hvað er í hverju felst þessi lausn? Já, það er þessi bílstjórar sem er að vinna hérna að keyra út olíuna fyrir okkur sem við notum í bíluna. Þá eru þeir að keyra á milli bensinstöðva og dæla þar einhverju ákveðnu magni. Og það er eins og áður í þeir eru með einhver kerfi sem að þeir í rauninni plana sína ferðir. Og við erum bara með app sem er andlit ofan á það sko. Og þannig eru bílstjórnir með lista við hvert þeir á að fara og einnig upplýsingur hvað þeir eiga að lesta á bílinn. Þannig að þeir byrja í byrjun dags þá lestar á bílinn samkvæmt einhverju uppskrift sem við sjáum hérna á þessari skjámynd sem dæmi og svo erum við upplýsingar hvert þeir eiga að fara og dæla hversu mikið og þeir skrá þessa ágreiðslu og svo gengur þetta svolítið út á sönnun á því hvað var raunverulega dælt sko. Þannig að þetta er svona svolítið eins og bensínstöð á ferðinni sem að rauninni þú ert með einhvern ákveðið hlassa olíu og svo þetta að segja hvað þú dælir í tankana og staðfest að það sé í synki við það sem var panta. Já, því að það er kannski panta 10 lítur á einhvern tank en það er bara dælt 9.500 lítrum eða 11.000 lítrum þegar það var nóg pláss. Þannig að pöntun er ekki alltaf sama afhentu vagn sko. Og þessi lausn virkar gerir það fyrir offline líka? Já, því að þeir geta verið inn í göngum eða einhverstörf á hálendinu til að afgreiða. Hér er komið svolítið spennandi lausn. Já. Þetta er ekki oft sem að Landspítalinn smíðar app fyrir sjúklinga, en það er það sem þeir eru að gera núna og eða við fyrir Landspítalann. Segðu okkur aðeins fyrir út af hvað þessi lausn gengur. Þetta er lausn sem er núna í þróun og þróun hún er bara komin í prófun og er verið að prófa núna í þessari og næstu viku með vel völdum sjúklingum þar sem að hjúkrunarfræðingur og læknir munu fylgja eftir sko að sjúklingur sé að getur notað þetta app og sjúklingur hann einskráð sig með rafrænum auðkennum og hann getur séð matseðilinn, hann getur séð ýmis konar fræðsluefni sem tengist á hans innlögn, hann getur séð vel valdar rannsóknarniðurstöður, ekki allt náttúrulega en ákveðna niðurstöður sem hann getur fengið að sjá. Hann getur sendt skilaboð til hjúkrunarfræðings eða læknis og fengið notification þegar er komna nýjar upplýsingar til hans. Þú talar annars vegar rannsóknarupplýsingar, það eru læknagögn eða sjúkragögn. Já. Eru þau geymt á þessu appi? Nei, það er ekkert geymt. Þetta er akkurat svona eiginlega öfugt við hinn appi sem við erum að búa til. Þarna erum við ekki að geyma neitt. Það er ekki geyma neitt? Nei, þarna bara sækjum við gögn í rauntíma og þau birta sjúklingunum þegar hann þarf. Okay. En svo var þetta skilabóð, en þú talar skilabóð, er að senda skilabóð á hjúkrunarfræðingana eða sjúkrarliðana eða þá sem eru að sinna sjúklingum? Já, þetta er svona svipa og rauðutækin sem þegar sjúklingar þurfa aðstoð og ít á hann, þá veit hjúkrunarfræðingur í rauninni ekkert hvað er að biðja Já, hann þarf að tjekka við fyrst hvað er að og hvernig getur aðstofað í staðin fyrir að vera búin að fá upplýsingur hvað er verið óskettir. Akkurát, þannig er verið hægt að getur sjúklingur beðið hvort hann þurfi vatnsglasi eða verkjatöflur eða hvort það sé eitthvað ennþá alvarlegra. Þá er sennilega lausnin móta þakkan en þarna geta svona mýkri beiðnir komið í gegn og það sem álagið er kannski Það dregur álagi minni gönguferðir og léttir rauninni á þessum svona
Við vonum svo sannlega að þetta muni hjálpa og minka vinna hjá okkur. Klárlega, sko. Nú, hérna app sem að, mér skilst að sé bara á leið í forritun. Þetta nýtt app sem var að koma inn hérna fyrir íþróttasambandið. Fyrir lífsleipið, þú kannski aðeins segir út hvað þetta gengur. Við erum að aðstoða ISI með lífslaupsvefinn sem stóru vefur og búin að vera í gangi í nokkur ára, eða ekki? Hann búin að gangi, held ég, frá 2012, fyrr, akkurat. Alveg með töluna. En þarna er risastór vefur þar sem að sko, þeir sem að að taka þátt í lífslaupinu, þetta bara keppni í hreyfingu og hérna opið öllum. Að það stór vefur sem að býður upp á að skrá sig í hóp og sækja gögn úr klukkunniðinni og svo framvegis. En þeim vantaði svolítið lausn, einhverja einfalda lausn til að skrá bara stakar hreyfingu. Þannig að þú þurfi ekki að fara inn á vefinn, heldur en getur bara opnað appi og skráð. Já, út af það gengur það. Einfalt, gott og svona með bara mjög skýran tilgang. Fá betri skráningar. Já, akkurat. Já, þetta spennandi. Þetta voru komið í loftið hvenær, þá í janúar tilbúið fyrir febrúar. 1. febrúar hefst lífslaupið og það er deadline. Herðu, ég sem fyrirtæki eða starfsmenn fyrirtæki, mér langar að setja upp. Hvað þarf ég í rauninni að hafa í huga áður en ég fer á stað í svona vegferð? Þetta er ekki einföld vegferð í rauninni, sko. Nei, maður þarf náttúrulega að byrja að átta sig á, sko, hvert er vandamann sem á að leysa. Og ekki bara fara á stað bara af því að einhver finnst sniðugt að búa til app. Það verður að vera svolítið vel skilgreint hvert vandamálið er og greina verkefni vel og jafnvel gera wireframe þar sem að þú ert búin að teikna upp flæðið því að það mun alltaf spara í framhaldinu, sko. Já. Það er kannski ekki, appið hentar kannski ekki öllum eða í öll tækifæri. Nei, klárlega ekki og það er eiginlega fyrsta spurning sem ég spyr þegar fólk kemur til mín og spyr app. Þarftu virkilega app, svona? Því að það á bara ekkert alltaf við. Og maður þarf að íhuga, líftíma oppum. Við erum rætt það. Hann er misjafn. Og eins og með leiki, þetta ekki... Þeir eru yfirleitt stuttar líftíma, eða svona að jafna þig. Já, ef þeir eru ekki búin að búa til einhvern pening innan hálfs árs, þá er dæmiðilega dött, sko. Og maður þarf líka átt að sig því að stærðargráðan í að búa til appi bara svipað og við vef. Þetta er ekki bara litli tækin. Nei, þetta er ekki bara litli tækin, sko. Þó svo að tæki sér lítið, sko. Og svo þegar ef maður vil fara að vista gögn offline eða það gera einhverjar flækjur og þá bara stærðargráðan bara stærri, sko. Svo ferlirinn, kannski bara frá, hvernig er rauninni, þú tekur á móti kunna inn til okkar þegar við erum að hefja samtali, hvað er rauninni, hvernig skýrum við ferlið út? Sko, ég legg mikla áherslu á að það sé búin að gera einhverja greiningu. En við tökum yfirleitt við gögnum. Þannig menn kom ekki bara inn með hugmyndina, menn þurfa að vera búinir að sjá eitthvað aðeins lengra heldur bara hugmyndina. Akkurat. Og við byrjum yfirleitt á að leggjast yfir smá greiningu þar sem við finnum kannski einhverja pitti sem hægt er að lenda í. Og út frá því í samtali við viðskiptavin þá búið til tímamat og eftir að það er samþykkt þá bara byrjað á viðmótssönnun og forritun og appi og vefþjónustum þegar þær þurfa og það er yfirleitt í þessum lausnum sem við hefum gert að það sé einhverja vefþjónustum sem sækja gögnin og svo er bara prófanir útgáfa og svo þarf að hafa í huga þegar við erum búið til app að það er ýmsa kröfur frá Apple og Android. Er það þá rauninni einhverja svona? Já, ef þú nota til dæmis login frá þriðja aðila, eins og Google, þá er Apple byrjaðar að biðja að það sé líka Apple ID login. Þannig að það er svona ýmsi pittir sem hægt er að lenda í. Og svo þarf líka bara að vera búið að mynda sér skoðun á hvers mikið downloads, sérstaklega hér til public app að hversu miklu býstu við. Herði, þá skulum við aðeins skoða, þetta er kannski mjög yfirgripsmikil glæra, það er svolítið mikið að sjá en við viljum kannski ekki að telja allt upp eða fara í gegnum allt á henni, heldur en kannski gefa fólki bara aðeins yfirsýn yfir það sem við erum að nota. En af hverju React Native? Hver er rauninni kannski af því það er kannski kjarnin í því sem við erum að gera þetta? Við erum búin að prófa ýmislegt og bæði með native bara Android forritun og Objective-C, það voru við upphafi. En svo ákvaðum við að skoða eitthvað nýtt og skoðum meðal annars Xamarin og nú ákvaðum við að nota React Native. Það hentar okkar dynamík í veflausnum.
okkar hóp. Það hentar ekkert öllum hópum. Það eru til dæmis fyrirtæki sem að vilja bara verið samarinn því að það er .net og mér svo komið inn í Visual Studio sko. Þannig að en það er okkar val og það er ekkert endilega rétt á morgun sko. Það sem þessi skoðanir og ákvarðanir sem við tökum í dag, það er ekkert endilega réttar eftir í næsta mánuð. Þessi myndurinn, hún rauninni kannski segjar okkur rauninni kannski bara meira hver staðan er núna hjá okkur. Já. En ef við metum þessu svo að við myndum vilja fara að breyta út af þessari mynd hérna, fara í eitthvað aðra leiðir, þá reynum við að vinna svolítið dýnamist og vera svolítið kvik hvað það var. Þannig að við erum ekki mjög föst eða konservatív hvað þetta var. Nei. Og hérna, þið getur svo sem haft samband við okkur ef að þið hafið áhuga að fá dýpri upplýsingar þetta, sko. Já. En við höfum verið að fikta eins í GraphQL og Node og þessi vefþjónustur og .net, C# vefþjónustur. Við höfum verið að ferlarnir hjá okkur eru orðnir ágætlega smurðir, continuous integration, að leið og forritari tjekkar inn kóða sem við vistum í TFS eða Git, að þá hefst ferli við prófanir og útgáfu, allan út á dev svæði, þessum hægt að prófa það. Og svo eru ýmis hönnunartól sem við notum. Og nú nýjast er Figma. Figma er frábærlaust og ég bara get ekki talað nægilega vel það er frábærlaust. Mér sýnist nú tíminn okkar vera orðin ansið svona knappur það sem er orðið eftir núna og það er ekki fleiri spurningar allavega sem hafa komið hérna inn, þannig að ég ætla að þakka fyrir mig og okkur. Já, ég þakka kærlega fyrir mig. Hér eru upplýsingar það sem hættir að hafa samband við okkur og það mun fylgja hlekkur á síðun okkar, upplausna síðuna með postunum sem fyrir út. Þannig að ég held að við bara þökkum fyrir okkur einn dag og bjóðum ykkur bara að hafa samband og óskum ykkur bara gleðilegri jóla. Já, takk.